Góðan daginn, Berglind Þorsteins. Guðlaug Richter, góðan daginn. Sigrún Halldórs, góðan daginn. Alma Garðars, góðan daginn. Kristín Axels, góðan daginn. Ólafur Berglind, góðan daginn. Hafdís Björg, góðan daginn. Laufey Björk, góðan daginn. Marthildur Úlfars, góðan daginn. Hjördís Sóley, góðan daginn. Gunnlaugur Rögnvalds, góðan daginn. Erla Dröfn, góðan daginn. Katrín Sveins, góðan daginn. Sigurlaug Hrönn, góðan daginn. Valgý Arna, góðan daginn. Bryndís Richter, góðan daginn. Ásdís Júlíusdóttir, góðan daginn. Auður Kristín, góðan daginn. Eva Birgitta, góðan daginn. Svavar Jóns, góðan daginn. Einar Bárða, góðan daginn. Sigurveig Halldórs, góðan daginn. Friðgerður Elín, góðan daginn. Unnur og Guðmundur, góðan daginn. Áslaug Reynis, góðan daginn. Sólveig Stefáns, góðan daginn. Aðalheiður Árna, góðan daginn. Margrét Knúts, góðan daginn. Guðfinna Kristjáns, góðan daginn. Og þá klukkan 9 á þessum drottins degi, enn einn perlan á hálsfesti hamingjunar og hér eru við samankomin í vakandi með Guðna. Öndum saman, hugleiðum saman, hugvekjum saman, en umfram allt verum saman og stillum strengi hjartans. Hér og nú, þetta augnablik, þessi demantur. Og ég ætla að vitna í póst dagsins. Sú virðing sem aðrir bera fyrir mér verður aldrei meiri en sú virðing sem ég ber fyrir mér. Á meðan við lifum á forsendum skortsins eigum við erfitt með að hugsa okkur, að taka utan okkur sjálf og auðsýna okkur fullan kærleika. Það til marks djúpstætt hugsanamynstur hversu erfitt við eigum með þetta. Við viljum að aðrir sjái okkur, að hamingjan liggi utan við okkur. Við viljum vera háð því að aðrir veiti okkur hamingju og lífsfyllingu, að aðrir vendi okkur og standi með okkur, hvort sem þessir aðrir eru vinir eða fjölskyldumeðlimir eða hvort við viljum að þeir séu til dæmis Guð. Samt trúum við líka á annars konar lífsspeki, að minnstakosti orði, hver sinnar gæfu smiður. Þessu trúi ég ekki. Ég trúi hver sinnar gæfu eða ógæfu smiður. Að allir smíði allt fyrir sig eftir sínu höfði, viljandi og óviljandi, ekki aðeins gæfuna heldur líka hitt. Allt hitt sem við verjum ævinni í að forðast að bera ábyrgð á. Meiri segja með því að lesa þennan pistil eftir að smíða tilganginn þinn, hafa áhrif á hjartað og hugan, alla þína tilvist og orkuna sem þú hefur til ráðstöfunar. Þetta kallast á við dal dimmunar. Hér eins og þar eru tvær hugmyndir sem takast á í okkur. Annars vegar hugmyndin að aðrir eigi að sjá okkur, hins vegar hugmyndin að lífið sé allt í okkar eigin höndum. Hingað til höfum við hvorki treyst á umsjá Guðs
eða á eigin sköpunarmátt og valdi yfir eigin lífi. Við höfum verið svona hvorki né, ekki alveg hérna megin, ekki alveg hinum megin, bara á milli, einhvers staðar, og það er ekki góður staður til að vera á. Svo lítið eins og dalur dimmunar, hvorki né. Og kúnstin í þessu er að átta sig á því að þetta er ótti, að við erum hrædd. Og þá kemur stæðsta og öflugasta vitneskja tilraunir. Vitneskja sem við höfum öll aðgang að en höfum ekki verið tilbúin til þess að taka fulla ábyrgð á. Það er engin hræddur nema hann sé að hræða sig. Það er engin þreyttur nema hann sé þreytandi. Og það sem okkur stendur til boða, það er að taka við þessu valdi. Ekki bara vakna til vitundar það að við erum sál, kærleikur, við erum ljós, við erum vitund, við erum vera, við erum englar. Heldur að stíga inn í fulla birtingu ljósins, taka við ábyrgðinni sem að okkur hefur verið gefin, frjáls vilji, frjálst val. Við erum að velja hvort þið er, viljandi eða óviljandi. Og tækifærið að stíga inn í fulla birtingu, stíga í fæturnar, stíga í ræturnar og taka við þessu hlutverki, þessum tilgangi sem að fyrir okkur liggur. Við ráðum því hvort við göngum til okkar, með okkur, eða hvort við göngum frá okkur, hvort við erum afturgöngur og vofur í eigin tilvist, eða hvort við erum leiðandi ljós. Þetta er val. Þetta er það sem við stöndum frammi fyrir. Hér og nú, augnablik fyrir augnablik, vera valfær, viljandi, í stað þess að vera óvalfær, óviljandi, viljandi. Að vera flugdreki og leika sér í vindinum, vera að leika sér, eða vera lauf í vindi þar sem við þrífumst á raunveruleikanum, að leika sér að raunum okkar, sem við sjálf smíðum. Við erum smiður okkar tilvistar. Og möguleikarnir eru að vera heppinn sem er slys, að vera lánsamur sem er tímabundið eða vera gæfurík vera sem að bæði gefur og þiggur gjafir lífsins, er örlát og þakklát. Og við lygnum aftur augunum og komum inn í þessu orðræðu, inn í vitund valdsins sem okkur stendur til boða. Finnum hvernig líkaminn snertir jörðina og jörðin líkamann. Finnum fyrir orku og stuðning jarðarinnar, krafti og visku. Við veljum að vera hér núna í þessu augnabliki, vakandi vitund, velsæld og kyrrð, og við njótum og þiggjum. Við skiljum að allt sem við erum og höfum, allt sem við verðum er jörð. Og við vottum móðurinni í jörðinni og líkamannum jörðinni, þakklæti okkar og virðingu. Við veitum athyglinni athygli, athyglin sem er óháður kærleikur, skilyrðislaus ást, vakandi vitund. Við veitum athygli hugsunum okkar og skoðunum. Við skiljum að hugsanir okkar og viðhorf hafa ekkert vægi eða gildi nema við veitum það. Og þegar við vitum að við erum ekki hugsanir okkar þó að séu afleiðingar af því hvernig við hugsum, þá höfum við vaknað til vitundar að við erum sál, orka, kærleikur, óháð athygli og að allt sem við veitum athygli vex og dafnar. Við veljum að verja okkar athygli einungis í farveg blessunar og þakklætis. Veitum athygli ásetningi okkar, markmiðum og tilgangi. Ásetningurinn verður að markmiðum þegar við tímasetjum og heitbindum okkur og markmiðin eru mælanleg, nákvæm og trúverðug. Þau gerast í augnablikinu, ekki á áfangastað og við njótum ferðalagsins þó svo að við veitum niðurstöðunum athygli. Veitum athygli tilgangi okkar. Tilgangurinn er kjölfesta hamingjunar,
forsenda innblástus og ástríðu og við berum fulla ábyrgð á tilgangi okkar eða tilgangsleysi. Við leyfum undir meðvitund okkar að vinna í því hver tilgangurinn eða staðfestum þann tilgang sem nú þegar. Veitum athygli andardrættinum, veitum því eftirtekt þegar súrefnið snertir nasavængina á leið sinni inn í líkamann. Öndum að okkur kærleik og frá okkur þakklæti. Umfang öndunar umfang lífsins og með því að anda djúpt og í kviðarholið við að efla starfsemi sogæðakerfisins, en sogæðakerfið holræsakerfi líkamans og þannig losar líkaminn sig við úrgangsefni. Á sömu stund erum við að færa lífafl og súrefnin í tilvist okkar, en þetta eru meginforsendur orku myndunar í líkamannum. Við förum síðan í könnun líkamans og yfirferð. Tilgangurinn með æfingunni að efla líkamsvitund, tjáskipti og skynjun innan líkamans, ásamt því að þjálfa það sem við köllum óháða athygli, þjálfa vitund og veru. Þegar ég nefni líkamshlutana, þá færum við athyglina frá einum vöðvahópi yfir á annan, án þess þó að ætla að breyta einhverju, aðeins að upplifa og skynja vitund og veru þar sem athygli Við byrjum á hægri rassvöðva, flytjum athyglina niður aftan á liggjandi lærvöðva, inn í hnéð hægra megin. Kálfa, ökkla, hæl, tærnar, ristina, sköflung, hné, höfða og mjöðm, vinstri mjöðm, rassvöðva, aftanáliggjandi lærvöðva í gegnum hné, kálfa, ökkla, hæl, tærnar, ristina, sköflung, hné, höfða og mjöðm. Veitum hægri fótleggnum athygli í heild sinni, alveg frá mjöðm og niður í iljar og tær. Finnum hvernig tærnar snerta jörðina. Hællinn hægra megin og rótarfestan hægra megin. Og skynjum birtingu hægri fótleggs í heild sinni, orkan, tengingin við jörðina, undirstað okkar tilvist, þar sem við kallum yang orka. Komið athyglina yfir í vinstri fótleggi, frá mjöðum og alveg niður í iljar og tær, hæl, skynja snertinguna við jörðina, finna fyrir birtingu vinstri fótleggjar í heild sinni. Tökum nú eftir hægri og vinstri skynjum munin á orkunni vinstra megin og hægra megin. Finnum streymið, tenginguna við jörðina. Hægri rótarfesta yang orka, vinstri rótarfesta yin orka. Stundum segir við karllæg orka yang, kvenlæg orka yin, en við erum hvoru tveggja, yin og yang. Komið athyglina upp í mjaðmirnar. Skynjum, hversu við liggjum eða sitjum, snertingu jarðarinnar. Flytjum athyglina upp í neðra baki og eltum hryggjarvöðvana upp með hryggjarsúlunni í miðbak, efra bak og alla leið upp í herðar. Komum niður hægri axlarvöðvan í axlarkrónuna, höfða, olnboga, framhandlegg, úlnlið, handarbak,
fingur, lóa, framhandlegg, tvíhöfða upparms, axlar krónu og axlar vöðvan. Skynjum hægri handlegginn í heild sinn alveg frá axlar krónu og niður í fingurgóma. Finna hvernig hægri þumall snertir vinstri og hægri lói liggur í þeim vinstri. Finna tenginguna, finna orkuna hægra megin. Skynja kraftin, framkvæmdar orkuna, tjáninguna. Orka örlætis og sköpunar. Flytjum athyglina síðan yfir í vinstri öxl, axlar krónu, þríhöfða, olnbogur, framhandlegg, úlnlið, handarbak, fingur, lóa, framhandlegg, tvíhöfða upparms, axlar krónu og axlar vöðvan. Vinstri handleggur í heild sinni alveg niður í fingurgóma og upp í axlar krónu. Inn orka. Orka þess að þiggja og streyma, leyfa ljósinu, kærleikanum að koma til sín. Orka næringar og þakklætis. Orka djúpsköpunar, sem við köllum móðir alls í innorkan. Að þiggja og skapa vinstra megin, orka móðurinnar, hægra megin, orka föðusins og leyfum þessar orku að liggja saman, skynja áhrifin af orkunni. Finna vinstri orkuna, vinstri handlegg, finna hægri orkuna, hægri handlegg, þakklæti vinstra megin, örlætið hægra megin. Tvær hliðar af sama pening, yin og yang. Kom með athyglin upp í herðarnar. Aftan á hálsinn. Nú slökum við á, setjumst inn í þessa birtingu, finnum að allir vöðvar og tilvist okkar er mjúk. Engin ótti, ekkert viðnám, bara friður. Við höfum sett okkur í frið. Ekki bara látið okkur í friði, heldur sett okkur í frið. Finnum orkuna, hvernig orka heildarinnar streymir upp hálsvöðvana aftanverða og upp í hnakkann. Og síðan upp á hvirfil. Komum niður á hægri hlið andlits. Skynjum eyrað, gagnaugað. Hægri kinn og nú útlínur eyrans. Eyrnarsnepillinn hægra megin. Og komum inn í hlustunna, inn í hljómgöngin, veitum athygli. Komum upp í gagnaugað, inn í augnatóftina hægra megin, skynjum augað í heild sinni, finnum hvernig augnlokið snertir, augað og augað, augnlokið, augnhárin, augabrúnin hægra megin. Og skynjum andlitið í heild sinni alveg, upp á ennið hægra megin og niður á hökubrot hægra megin. Flytjum athyglin yfir á vinstri hluta andlits, eyra, kinn, gagnaugað. Skynjum orkuna vinstra megin. Útlínur eyrans, eyrað í heild sinni. Eyrnarsnepill, eyrnar, göngin, hlustunin sjálf, heyrum, okkur heyra,
upp í gagnauga og inn í augnatoftina vinstra megin. Vinstra auga, snerting augnloks og augans. Augnarhár, augabrún. Og eyrað alveg niður á höku, upp í gagnauga og upp í hvirfil, andlitið í heild sinni, vinstra megin. Og nú báðir hlutar andlits, höfuðið í heild sinni, hægri, augnarbrún, vinstri augnarbrún. Og koma svo með athyglina á milli augabrúnanna, inn í þriðja augað, vitund og allsjáandi auga hjartans, sálarinnar, innsæð. Ligna eftir augunum, tungubroturinn upp í þakgómsins, leiða ljósið upp orkuna. Og finna áhrifin. Tökum eftir öndunni. Skynja hvernig súrefni snerti nasavængina og leið sinni inn í líkamann. Og út. Þrengjum aðeins á öndunni í kokinu og framköllum samdrátt, og svo köllum sjávarfallsöndun, útjægöndun. Heyrum hljóðið inn í höfðinu. Aðstreymi og frástreymi, flóð og fjara öndunar lífsins. Skynjum hvernig þindin rís og fellur með öndunni, hægt og mjúkt, friður, næring, ást. Tungubroturinn ennþá upp í þakgómsins, ligna augunum upp og aftur, horfa inn í þriðja augað. Og skynja áhrifin. Komi athyglina niður nefbrotinu og upp á efri vör. Elta vörina frá hægri til vinstri. Neðri vör. Frá vinstri til hægri. Skynja snertingu varana. Koma niður á höku. Niður hálsinn framanverðan, inn í brjósthólið, inn í rými hjartans og lungnanna, inn í sæti sálarinnar, inn í vitund, kærleikans, ástarinnar, þakklæti. Og lefum okkur að skynja þakklæti, finna. Þakklæti er tilfinning, ekki frasi. Og við finnum hitann, ylinn, fegurðina, streyma okkur, inn í hver einustu frumu, út í hvern einasta krók og kima, finna að í þakklætin erum við tengd, þar getum við næst, hvílst og hlaðið, verið. Þakklætið er tær vitund, ást. Ekki hugsun, afstæð eða dómur, viðnám eða frekja. Þakklætið er allt. Í þessum hugveikjum færum við okkur úr viðnámi sem er afstæða, dómur, gagnrýni, ótti, yfir í vitund sem er þakklæti, athygli. Úr viðnámi í athygli. Og kunstinn er að skilja að við eigum bara 2 kosti í tilverunni. Veita viðnám, ótta, eða veita athygli, ást. Vera ótti, eða vera ást.
vera fjarvera eða vera, að vilja sig umbúðalaust eða vilja sig ekki. Og við ætlum að anda inn í þessa vitundin, í þessa upplifun, í þessu skynjun og notum eldöndunna með garnarklemm, rótarklemm og þegar ég dreg naflann inn að hrygga þá tæmi ég öndunna og dreg gönnina saman og svo sleppi ég og byrja upp á nýtt. Nú dreg ég saman gönnina, grindarbotnin og þindina og þrýsti þessar orku sem ég var að virkja upp með hryggjarsúlunni, upp í efra bak og allavega upp í herðar, upp í hvirfil og fram í þriðja augað og ég held, ekki ólíkt í að halda, að þrýsta tappa á flösku innanfrá og við gerum þetta alveg frá gögninni og upp úr. Kreistum orkuna sem við vorum að virkja, þrýstum henni upp á við. Lygnum aftur augun, horfum upp í þriðja augað inn í skynjun verunar og svo sleppum við alveg öllu viðnámi, öllum samdrætti, allri streitu, allri frekju, allri sjálfsvorkunn. Fyrirgefum umbúðalaust og erum. Fyrirgefningin þýðir einfaldlega að láta af afstöðum og dómum. Við getum ekki fyrirgefið okkur gjörðir okkar. Það þarf ekki. Þær hafa verið framkvæmdar og það eru afleiðingar. Hér setjum við í þeim afleiðingum í þessu augnabliki. En við getum fyrirgefið okkur afstöðu, dóma, gagnrýni, höfnun, afneitun og ótta í eigin garð vegna skorts á trausti. Eina forsenda óttans skortur á trausti. Og ef við styrkjum okkur, sýnum okkur alveg og kærleik, elskum okkur og hugum að okkur, lifum í mildi og ást í staðinn fyrir ótta og afstöðum, steiktum hnefa og skömm, að þá breytist allt saman hér og nú. Það er enginn að hræða okkur nema við. Það er enginn að valda okkur óþægindum nema við. Það er enginn að þreyta okkur nema við. Stígum inn í þetta. Allt sem þarf að fyrirgefa sér, að vilja sér umbúðalaust og valda þar leiðandi sinni tilvist, að vera sinnar gæfu smiður. Og við hvað erum við þá svona hrædd? Í fyrsta lagi erum við hrædd við undirliggjandi og rótgróna hugmyndina Guð. Við erum vön að hugsa okkur sem sannkorn í eilífðinni sem hafi ekkert vald því æðri máttavöld stjórni ferðinni. Þess vegna finnst okkur óþægilegt að snúa sálminum yfir á okkur sjálf, að setja okkur í staðinn fyrir Guð. Við erum hrædd við það. Jafnvel þó við teljum okkur sjálf ekki trúa á Guð. Í öðru lagi erum við hrædd við að taka lífið í okkar eigin hendur, hrædd við að taka ábyrgðina á eigin líðan, eigin framgöngu, eigin örlögum og hugsanlega erum við hrædd við að gera svo sjálfhverf að við verðum hrokafull og leiðileg. En það er engin ástæða til þess. Það er engin hroki í ábyrgð, valfærni, bara kærleikur
Og það öflugasta sem við getum gert, bæði fyrir okkur sjálf og fyrir allt okkar umhverfi, að stíga í fæturnar, stíga í ræturnar, verða fullorðin og heil og geta borið heilan ávöxt. Að láta af eftirsjá iðrun, láta af viðnámi og sjálfsvorkunn og alls konar aðdróttum í eigin garð og mæta inn í fulla birtingu ljósins. Við höfum verið að skammta okkur ljós. Ef það eru þrengingar í okkar tilvist, þá er það fyrst og fremst viðhorf gagnvart okkur sjálfum, og það er þetta sem við getum breytt. Við getum valið að elska og njóta, alveg eins og við getum valið að hafna og skrimta. Það er engin að skammta okkur ljós nema við. Við erum annarkvort dimmir eða birtir í okkar eigin tilvist. Lygnum aftur augunum, komum inn í vitund hjartans og heitbindum okkur til að vera ljós, til að vera ljómandi, til að vera ást, til að vera alúð. Heitbindum okkur til að vera okkar gæfu smiðir. Leifum okkur að vera gæfu rík. Leifum okkur að láta ljós okkar skína, að vera ljómandi okkar vegna og allra annara. Við gerum ekkert gagn eða veitum enga þjónustu í þjáningu. Og þjáningin er á okkar eigin höndum, eins og jógarnir segja. Sársaukinn er óumflýjanlegur, en þjáningin er alltaf val, afstaða eða viðhorf. Og það er þetta sem okkur stendur til boða, frjáls vilji. Við getum ekki valið ekki. Annaðhvort erum við að velja viljandi eða við veljum óviljandi. Og það er valdið. Að veita því athygli sem við viljum umbúðalaust, af því að við erum kærleikur og ljós, í staðinn fyrir að veita því athygli sem við viljum ekki og þar leiðandi valda því. Drögum andann djúpt, heitbindum okkur, lofum okkur því að standa með okkur í gegnum súrt og sætt og vera ljómandi verur í eigin tilvist. Verur að leik, í veruleik, en ekki verur í raunveruleik, að leika sér í raunum sín. Hjartans þakkir, verið ljómandi.